Góðan daginn og velkomin í þátt númer 86 hérna á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga, ég er handavinnu óð. Ég vil byrja á því að bjóða alla nýja og gamla hjartanlega velkomna og fyrir ykkur gömlu þá vitið að ég er hér á vitlausum tíma en það á sér allt sínar útskýringar sem ég fer í bara mjög fljótlega því að þetta verður ekki langur þáttur og að ég held, ég hef sagt þetta áður, endaði ykkur blaðurugli, en við sjá. Ég er ekki með neinn klár, ég er með verk í vinnslu og það er eitt á döfinni, ekkert í poka, fullt af nýjum töskum og blaður. Þannig að það er svo sem ekkert eftir neina bíða en að vinda sér í verk í vinnslu og fyrst er það hérna pröfuprjóni sem ég er að gera fyrir mínu Philip, The Knitting Expert og það er The Hugs Rug og ég var hér síðast ef við hittumst 16. febrúar og komin hingað og er að fara að gera garðaprjónin hérna neðan á, síðan þvæ ég þetta og legg þetta til og legg þetta svo saman, þetta garðaprjónskantinn, sauman og svo hef ég valið að gera smá ermar. Ég ætla bara að sjá þegar ég er búin að búa að leggja saman hvernig það lítur út og þeir sjá að ég er í öðru umhverfi en vanalega og ég útskýri það fljótlega líka þannig að lýsingin er kannski ekki alveg upp á 10, það er kolniða myrkur úti, ég held að klukkan sé ekki orðin 7 en þetta er það sem ég er að nota í þetta. Þetta er ull sem ég fann í fórum mömmu minnar. Rosalega fín ull og verður ábyggilega mjög næs að sitja í þessu. Ég hugsa að hún fái þetta. Eðlilega, þetta er hennar gafn. Og þetta er bara 100% hrein ull. Gefið fyrir prjónastæður 4,5 til 5 mm. Það eru 160 metrar í 100 grömmunum. Þannig að ég er að leggja svolítið áherslu á að klára þetta fyrir þessar annir sem að framundan eru. En svo er alltaf þetta mjög svo skemmtilega sem glepur og það er, hvað er þetta? Meðal annars er það Knit Ripple teppið sem að truflar mig frá því að einbeita mér að því að klára hitt verkefnið og það lítur svona út núna. Það er í rauninni ekkert, við vorum hér í síðasta þætti og það er búið að bætast við hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6 umferðir. Þannig að það er smá stækkar allt að gerast og þá færi við fílinn sæta. Ég er að klára hverju á ég að ljúga okkur 50 dokkunni og þá eftir 2 og svo sjáum við bara til hvernig staðan verður þá og þetta er allt bara ágangar og 3,5 mm heklunál notuð í verkið og Knit Ripple er frá Attic 24 á Ravelry og ég elska að setjast niður og rúlla yfir eina 2 umferðir á dag í þessu og þannig smá stækkar það. Síðan er það veðurteppi, ég er stolt í því að ég er að bíða eftir aðalitnum sem er liturinn í kringum frostmark. Hann það er þessi lilla og þið sjáið það er mikið búið að vera í kringum frostmark við Akrafjall á hádegi og annars var ég alveg komin þegar að liturinn kláraðist þá var ég á deginum sem það hitastig var þannig að ég er enga stund að vinna það upp þegar ég var komin með
litin aftur sem vantar hvað mest. Og þetta er Church Mouse Vintage Afghan sem að ég fekk á Ravelry, minnir mig alveg örugglega. Ég er búin að eiga þetta svo mörg ára þessu uppskrift. Þegar ég keypti hana þá var ekki búið að þýða hana, en nú er búið að þýða hana sem að skipti mig svo sem engu af því að ég hekli þá skil ég betur myndirnar heldur en textan. Og þetta er bara svona úr ótrúlega mjúku akrílgarni frá King Cole Big Value Baby. 100% premium akríl og þetta er alveg sjúklega mjúkt, 400 metrar í 100 grömmunum og alveg kjörið í barnaflíkur eða fyrir þá sem að þola illa náttúrulega efni, ullina. Og ég hef nú grunum að þetta verði svona hugsanlega handa einhverju lítilli dúllu, dúllu. Bara því ég veit ég verð spurð og verð spóndi látin að svara því. Þá er þetta líka eins og nýtrippul á 3,5 mm heklunál. Og ég bara því með allt garnið þá er ég með þetta í svona stórum poka sem að garnið var í. Haust eftir skeindýr. Ég er enn í stroffinu. Ég var að vinna í síðustu viku niður í Snotru. Tók þetta með mér einn daginn og gerði einhverjar 2 umferðir eða eitthvað. Og síðan hina 2 dagana þá tók ég bara með mér verkefni sem ég er út í bíl. Einfaldlega því að það er bara sléttprjón og bara mikið þægilegra heldur en þó að þetta sé bara slétt og brauðið og slétta lykkjan snúina þá að því maður er alltaf að henda frá sér þá var hitt bara einhvern veginn þægilegra. Og ég er að gera þetta úr Navia Duo og þetta sést jakkapeysan eða opin peysan haust eftir skeindýr og hún er búin að gefa hana núna út með grófara garni og alveg heila, mjög töff og alveg mögulega komin á to-do-listan hjá einhverju konu hérna. Síðan er það Whitmore peysan eftir Little Tailoress sem er svona eins og Sorel peysan og það er bara allir og amma þeirra að gera hana og Linda vinkona Hip Hip Barbanett er með sína gildu, guðdómlegu. Ég hlakka svo til að sjá hennar þegar hún er tilbúin. Mín er komin niður fyrir. Og þetta, ég er að nota hvítt móhair og gatt sem ég litaði ekkert í henni fyrra og bara svona kóralbleikt einhvern veginn. Og þessi uppskrift er æði. Ég sýndi ykkur ekki síðast að ég væri búin að kaupa mér Onion DK grófleikan í næstu. Og svo er ég bara að bíða eftir að fá meira móhair. En það er ekki ástæðan fyrir að ég er ekki að vinna í henni, það er út af dollu. Ég sé ykkur bara núna rétt bráðum. Og þetta er síðasta verkið í vinnslu. Og önnur verkefni, fyrir utan þetta sem er út í bíl, hef ég ekki verið að vinna í. Þannig að ég er ekkert að veifa því framan í ykkur. Það bara svekkir sjálfa mig að því að ég mun hafa mjög lítinn tíma núna framöndan til þess að vera að vinna í einu eða neinu. Ég ætla að leggja áherslu á að klára þetta pröfuprjón fyrir mínu og síðan bara, já, kemur það í ljós. Hvað verður gripið í? Nú, eina sem er á döfunni, það er fyrirliggjandi pröfuprjón hjá mér. Ég sýndi ykkur gatnið sem ég fekk hjá hana Kristínu í Vatnsnesi í það. Það var svona ólífugrænt, alveg guðdómlegt með silkiblöndu og get ekki beðið. Ég veit hvar það er, gatnið, og þegar uppskriftin kemur að þá
þetta bara klárt. Næstum. Fyrir eftir á hvaða degi uppskriftin kemur. En ég er búin að láta vita því að ég sé í önnum framöndan og það var ekkert mál. Af því að það var búin að tefjast prjónu sem slíkt og þannig að já, það var bara allt í fínu með það. Nú þetta ætti ekkert í innkaupapokann og það er fullt af, eða ekkert fullt, það er, ég kláraði að gera í gær þær töskur sem voru, sem ég átti alveg tilbúnar í það, sem ég átti alveg rennilása í og allt annað og þær eru allar komnar inn í nýtt albúm á verkefnatöskur Helgu síðunni á Facebook undir albúminu Nýtt 2020 og það er bara, þú veist, þessar hefðbundnu í mismunandi stærðum, það eru litlar rendar og það eru svona þunnar samandræganlegar sem eru að slá í gegn sem skópokar. Það var ein vinkona mín sem kom og sem að ferðast mikið og leiðist að vera með skóna sína í plastpókum í ferðartöskunni. Þannig að hún er alltaf með taupoka. Og þeir voru bara orðnir rúsir gegnir og hann langaði nýja og hún sjá hvað ég var að gera og stakk upp á því að gerði nokkur pör fyrir hana. Ég gerði það og hún er búin að koma í 2 ferðir að ná í slatta af pókum og er bara að gefa þetta líka. Og þannig að það er til nokkur pör, þar sem stendur 2 stykki við að þá eru það alveg eins pókar. Og mér finnst það alveg frábær hugmynd. Og síðan er ég bara að bíða eftir ekstra stórum rennilásum af því ég er að gera mjög stóra póka núna sem eru allir tilbúnir til saumaskapar að öðru leyti að mér vantar rennilásuna til þess að geta byrjað. Ég er búin að undirbúa þetta eins vel og ég get. Ég er búin að sauma saman handföngin, ég er búin að sauma merkimiðana mína á og allt það sem ég get gert svona til þess að flýta fyrir. En það eru samt einhverju 40 pókar sem bíða mín þegar rennilásin verða komnir og þeir bara vonandi koma fljótlega. Nú, þá er þetta bara búið, basically, 12,5 mínúta. Aldrei gerst áður. Ég er á leiðinni líka í leikfimi, þannig að það er pressa. En stóru fréttirnar eru þær að við hjónin erum búin að búa hér í þessari íbúð sem ég siti í 20 ár og við erum búin að leigja hana í 20 ár. Það átti ekkert að verða þannig en það bara æxlaðist þannig að þegar við fluttum heim frá Englandi að þá duttum við inn hjá yndislegu manni sem á þessa íbúð og hefur reynst okkur ótrúlega vel og við hefum bara leigt mjög ódýrt miðað við almenna markaðinn, fengið að gera allt eins og við ættum íbúðina og bara liðið rosa vel nema það að við vorum alltaf að leigja. Og upp að vissu marki var maður alveg sáttur við það en svo kemur að tímapunkti að maður er farin að eldast, eigandinn er orðinn mjög aldraður og maður veit ekki hvað tekur við ef eitthvað kemur upp að hjá kauða. Og kringumstæðurnar þarna fyrst eftir að fluttum heim og það stóð alveg til að fara í að kaupa að það bara vannst ekki tími á þeim tímapunkti sem það kom til greina. Yngsta dóttir okkar er hjartveik og það voru rosalega veikindi í nokkur ári kringum hana þannig að þetta komst ekkert að. Og fermingu, 2007 fer hún í aðgerð og sem að breytir öllu fyrir hana og hún er bara, hjartað er ekki að angra í dag en hún er ennþá með hjartagallan og munar sjálfsagt alla tíð. Það verður ekki gripið inn í að laga það nema eitthvað rosalega slæmar breytingar mun eiga sér stað og hún hefur ekki sýnt nein einkenni þess að það geti átt sér stað. Nú, 2008 greinist miðjan okkar með flogaveiki, þá bara rétt rúmlega 17 ára og það var náttúrulega rosalegt sjokk að vera á þessum viðkvæma aldri og fá þessa greiningu og þurfa að læra bara á lífið upp á nýtt fyrir hana. Hún þurfti að taka sér rosalega í gegn en hún hefur gert það með svo miklum ótrúlega vel að ég kemst bara við þegar ég tala það. Hún hefur bara greip lífið föstum tökum og er núna í bara
í apríl að fara að verja ritgerðina sína þar sem hún er að fara að útskrifast sem þroskaþjálfi í sumar. Og þannig að hún aldeilis bara tók þetta með stæl á nýgift og á 2 yndisleg börn og hús og læti. Og þannig að það fór ótrúlega orka í það. Litla barnið nýútskrifaði í rauninni, hún var ekki útskrifuð frá hjartaaðgerðinni sinni fyrir en ári eftir hana og þá liði bara 3 vikur þannig til Anna miðjan okkar greinist með flóaveikina. Þannig að það var bara og á svipuðum tíma þá fer ég í klessu og greinist með mitt. Þannig að það var bara hvert að fætur öðru. Og þannig að þú veist, þetta að kaupa steypu, það var bara fjarri okkur. Við vorum í svo fínu húsnæði með góða leigu að það var ekkert eitthvað pressa á það. En síðan erum við búin að vera hérna ein í nokkur ár, 2, í 127 fermetra íbúð og bara, þið veitir hvernig það er, leið og eitthvað rými tæmist, þá fyllist það bara eitthvað öðru. Ég var staðráðin í að fara niður í undir 100 fermetra, en málið er að við keyptum okkur sem sagt íbúð sem er bara 10 fermetrum minni en þessi. En það er alltaf, við vorum bara, ég held að við höfum verið rosalega heppin. Við fórum bara svona þegar að tengdapabbi var komin í öruggt skjól, semst komin inn á dvalarheimili, þá bara ákveða að fara lítið kringum okkur og að því við áttum alveg og eigum fyrir útborgun og öllu svoleiðis og við fórum að lítið kringum okkur, fórum og skoðum eina íbúð og það var mjög lágt til lofts. Ég er nú ekki brjálæðislega há en ég bara var samankýld þar inni þannig að það ímynda mig hvernig manninn mínu leið. Þannig að það gekk ekki upp. Síðan fengum við veður af annar íbúð og ég ítrekka reyndi að ná í fasteignasalan og það bara einhvern veginn var bara svona og ha og ekkert gekk. Nema svo allt í einu sé ég það að ég byrja að reyna að ná á fasteignasalan á mánudegi og svo allt í einu á fimmtudegi eitthvað þá dettur hún inn á sölu hjá 2 öðrum fasteignasölum hérna á Akranesi á mun lægra verði og ég snarast í það að hafa samband við aðra fasteignasöluna og við fyrir að skoða og íbúðin er rosalega fína innan. Það árið 2016 og 17 var búið að gera helling fyrir hana, allt svona, þú veist, rafmagnslagnir, ofna, gólfefni, eldhúsending og þar fram eftir götunum. Það átti að taka baðið svona, það er alveg mjög fínt en þú veist, það verður tekið í gegnum 10 tíma. Eina sem við þurfum að gera er að mála og við ætlum að taka þvottahúsið í gegn og svo bara, og við vorum flutt þarna inn og leið og við komum þarna inn. Það er stór bílskúr, maðurinn minn bara verður með lögheimili í bílskúrnum held ég, og það þarf að nostra við hann, en það er bara eitthvað sem við getum auðvitað gert. Eina sem þarf að byrja á og liggur á, það er að skipta þak og það er allt tilbúið í það. Það var bara að vera að bíða eftir nýjum eigendum á þessa miðhæð sem að ég er orðin helmings eigandi að. Og þannig að við og máli var að það gekk svo illa að ná á fyrstu fasteignasöluna einfaldlega vegna þess að viðkomandi sem átti íbúðina hafði misst hana í desember og Landsbankinn sem búin að yfirtaka dæmið. Og við hugsum bara, við sjáum lækkunina á þessu og vissum hvað upphaflega verðmæti var á henni miðað við það að þak og klæðning væri í lagi á húsinu. Og við hugsum, við bara prófum og við buðum alveg skítlátt í þetta og þeir komu með gagntilboð og sögðu bara við förum ekki neðar og við hugsaum þetta er bara of gott til að sleppa því og bara hækkum, komum á móts við það og tókum bara það sem bankinn bauð af því við vissum að það var bara strípað fyrir láninu sem að hvíldi á og þeir vildu náttúrulega bara losna við eignina út af þakinu og við náttúrulega erum ekki með neitt á bakinu, hvorki skuldir né fasteign sem þarf að selja. Þannig að bara við undirskrift kaupsamning sem að verður öðru megin þessa helgi, þá fáum við íbúðina afhenta og þá er bara brjálast í að vera að mála og gera og græja og móka dótinu inn
leið og við fengum tilkynningu frá bankanum í gær að lánið verið samþykkt, þá rauk ég til og byrjaði að pakka niður garninu mínu og herberginu mínu, þannig að það allt komið í bestu kassana. Og við erum bara að nota tíma núna í að pakka niður þessu sem við erum ekki að nota dagsdaglega, svo við getum einbeitt okkur að málningarvinnu og að bara flytja okkur yfir í snatri þegar allt verður klárt. Eigandinn af þessari íbúð alveg ok að við séum að fara svona hratt af því það brjálæðislega vöntun á leiguhúsnæði og hann verður komið með, ef hann ætlar að halda áfram að leigja, hann verður komið með mannskap hér inn á no time og þannig að þetta eru fréttirnar og þetta ástæðan fyrir að ég undan áætlun og að ég muni sennilega ekki sjást næstu 4 til 5 vikurnar, eða svona 4 til 6. Ég ætla að reyna að halda bara tempónu áfram að vera 2 vikna fresti en taka 1 til 2 þátta frí í millitíðinni. Þannig að ég reikna ekki með miklum afrekum í prjónaskap á næstunni en ég reikna með þeim meiri afrekum á málningapenslinum og að bera kassa. Já, þannig að þetta málið og þetta ástæðan fyrir að þátturinn bara lítur út fyrir að enda bara í 22-3 mínútum. Það brjálað að gera hjá dömunni. Nú, en ég eins og ég segi, það verður, ég reikna með að lásarnir verði komnir á meðan við erum rennilásarnir verði komnir og meðan við erum í miðjum flutningum. Þannig að ég bara með allt tilbúið í kassa með lagerni mínum og þessum töskum sem ég eftir að sauma, tvinna, nálum og öllu sem til þarf. Það bara í sér merktum kassa og verður mjög aðgengilegt þannig að leið það kemur og ég komið borð og búin að finna saumhæluna að þá verður því bara rumpað af. Og en þangað til að þá eru þarna eins og ég segi nokkrar í með svona stærra breiðari en ég vön að gera. Ég hef verið að hanga svona í 28 cm á breidd en það alveg upp í 35 cm á breidd þarna einhverju pokar og það munar ótrúlega þessu örfá sentimetra. Og þeir eru misdjúpir, ég náttúrulega alltaf að vinna með að nýta efnin sem ég á eins vel og ég get og nýta þannig að flísilínið sem ég noti í þetta nýtist og allt fóðrið. Mér svo rosalega illa við að sóa efnunum og elska það að geta verið að endur nýta frá öðrum og koma þessu í þannig stand að hægt, ég að horfa á kassan, að það sé hægt að koma þessu í umferð aftur sem eitthvað gagnlegt verkefni og þannig að þið bara endilega kíkja á það fyrir mig. Sokkaprjónavélin bara í framleiðslu as we speak, eða að detta á framleiðslu línuna. Þannig að það styttist óðum í hana og hún það er búið að taka frá pláss fyrir hana á borðinu hjá mér. Ég búin að teikna upp nýja vinnuherbergi mitt. Ég læruð teiknari og ég man ekki hvort ég var búin að segja ykkur það en ég kallaði millimetrin í fjölskyldunum minni. Mjög pjöttuð með sentimetrana mína og millimetrana og finnst auðvelt að sjá fyrir mér hvernig ég með svona góða rýmisgreind gagnvart því hvernig hlutir geta raðast upp. Ég góð í Tetris tölvuleiknum og þannig að það herbergi samt eina rými sem ég er búin að teikna upp af því að það var mjög mikilvægt að dótið mitt, að fara vel dótið mitt í nýja herberginu sem pínlítið minna en þetta sem ég í en gengur samt fullkomlega upp fyrir mig. Þannig að þetta eru fréttirnar. Allt í einu á ég bara íbúð. Þetta var orðin hugmynd síðast ég talaði við ykkur. Við vorum búin að fara að skoða og gera þetta djarfa tilboð og nú ég bara allt í einu orðin fasteignaeigandi með Íslandsbanka og manninn mínum.
Þannig að ég bara ætla að láta þetta duga í dag og ég bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og þið bara getið haka við bjöllunhappinn hérna fyrir neðan eða viljið fá tilkynningu hvenær ég birtist aftur í nýju rými. Nú ef þið ekki áskrifendur en eru alltaf að kíkja á þetta þá bara endilega gerið þið það. Það er allt svona, eða gefið mig þaumalinu upp eða gerist áskrifendur eða íti á bjölluna. Þetta vekur allt meiri athygli á þessu brölti mínu og þá spyrst þetta betur út. En eins og ég segi, þangað til næst, þá bara gangi mér vel með málningarpensilinn og þið njótið þess að sitja og vinna í ykkar verkefnum. En þangað til, bara takk fyrir og bless bless.